Já, komið sæl, hún lítið spennandi spáin fyrir næstu dag og hefur allt að gera með þessa lægð sem var að koma hér upp að suðvesturhorni landsins nú síla dags og tölugur úrkoma sem að fylgir þessari lægð þar í skilum lægðarinnar og við sjáum að lægðin að hún stefnir hér til norðausturs yfir landið og skilin ganga norður fyrir land. En hanga þó yfir norðvestanverðu landinu lengi vel í norðanátt sem að kemur inn og viðbúið að geti rignt töluvert eða jafnvel mikil á ströndum og jafnvel norðanverðum Vestfjörðum. Við sjáum að á hitasviðinu að þetta hlýtt loft sem að keyra sig hér norður yfir landi en lægðin hún fangar einnig kalt loft og það svona skýrir kannski þennan kraft í þessari lægð sem svona vissulega dálítið óvenjuleg með ástíma. En ef við skoðum svona hvernig skilin fara yfir viðvörunum fyrir miðhálendið í kvöld og fram á nótt en í fyrramálið eða upp undir hádegi á morgun og þá birtast einnig gula viðvaranir fyrir norðvesturhorn landsins og það bæði vegna hvassviðris og einnig vegna úrkomu sem að getur valdið þá flóðum eða hreint og beint skriðuföllum þegar framlíða stundir. Mikið vatn sem að þarf að komast til sjávar og það getur haft afleiðingar í för með sér en vissulega vosbúða veður í vændum í tengslum við þessa lægð og ekki útivista veður og það við svona flesta landshluta og ekki síst á miðhálendið þar sem margir að halda til þessa dagana. En í fyrramálið þá verður lægðamiðjan hér skammt suður af landi og lægðamiðjan 982 millibur, skilin komin vel á veg hér norður yfir landið, búið að rigna í flestu landshlutum ef ekki öllum og dá vel á köflum en lægðin hún fikar sig síðan hér til norðausturs og verður komið þar síðdegis á morgun og þá sjáum við hvassa norðanstreng og talsverða rigningu í þessu á norðvesturhornið og það skýrir þessa gulu viðvörun sem eru þá gefnar út fyrir bæði Breiðafjörð, Vestfirði og Strandir og Norðurland vestra. Mest verður úrkoman á ströndum, þar erum við að horfa upp á í líkvörnum 350 og alltaf 400 mm úrkomu á 2 sólarhringum en ljóst að það mun rigna á þeim slóðum allt fram á sunnudag, það fyrsta sem að þetta mun ganga niður. En svo mikil úrkoma, hún hefur náttúrulega í för með sér að það verða vatnavextir og lækir geta farið að flæða yfir og áreitnig og skriðuhætta eykst með hverjum deginn, getum við sagt. Svona sljákkar í úrkomu í öðrum landshlutum geta verið dágóða skúraleiðingar á norðvesturhorninu og einnig hér sunnan til en síðan ef við förum hraðar ef við sögu þá sjáum við það að norðanáttina hún verður áfram stíf hjá okkur, sérstaklega norðvestan til á landinu og einnig víða á vesturhluta landsins þar sem að það getur verið allhvasst en úrkoman hún dreifir aftur úr sér til austurs og það getur farið að rigna vel á Tröllaskaga og í fjallendinu á Norðurlandi og seinna meir skapað einnig skilyrði fyrir vatnavexti og jafnvel skriðuföll þar. Laugardagurinn hann svona heldur byrjað að sljákka í vindi á laugardaginn en áfram töluverð úrkoma þann daginn og það ekki fyrir en við komum fram á sunnudag sem við sjáum að það byrja að slota eitthvað bæði hvað varðar vind og úrkomu og léttir síðan til þá svona víðast hvar þegar líður á sunnudaginn og svo horfum við fram á í rauninni ágætis veðurskilyrði svona vel fram eftir næstu viku. En það að gera að kynna sér þær viðvaranir sem eru í gangi fyrir morgundaginn og fylgjast vel með veðri þeir sem eiga eitthvað undir veðri næstu daga og sennilega óráðlegt að vera að leita mikið í útivist þessa daga og jafnvel alla helgina. Lætur svo lokið í bili, verið sæl.